ágæta bæjarstjórnarfólk og aðrir fundamenn. Bæjarstjórn Grindavíkur kemur hér saman til fundar nr. 541 í bæjarstjórnarsafn Sveitarfélagsins þriðjudaginn 30. maí 2023. Klukkan akkurat 16:08. Við biðjumst velvirðingar á seinkun á útsendingu en það var vegna tæknilegra erfiðleika og þessu sinni verður fundurinn sendur út á Facebook-síðu bæjarins. Að mati forseta var boðað til fundar með lögmætum hætti og fundur settur. Fyrir fundinn liggja 12 mál, almenn mál og 16 fundargerðir. Þegar 11. máli lokið ljúkum við útsendingu. Við erum að fá góða heimsókn frá ungmennaráði bæjarins og við tökum 12. mál og 16 fundargerðir eftir að útsendingu lýkur. Nú hefjumst við handa og fyrsta mál á dagskrá kjör forseta bæjarstjórnar og fyrsta og annars varaforseta. Forseti leggur til að eftirtalin verði kjörin til 1 árs. Forseti bæjarstjórnar Ásrún Helga Kristinsdóttir, fyrsti varaforseti Helga Dís Jakobsdóttir, annar varaforseti Hallfríður Hólmgrímsdóttir. Óskar einhver bæjarfulltrúi að tjá sig undir þessum lið? Nei, þá ber ég málið til samþykktar og bið þá bæjarfulltrúa sem eru samþykkir að gefa merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Annað mál á dagskrá kosning í bæjarráð, samanber 20. og 8. greinar og A-lið 40. og 8. greinar samþykktar stjórn og fundarsköp Grindavíkurbæjar. Forseti leggur til að eftirtalin verði kjörin í bæjarráð til 1 árs. Aðalmenn Hjálmar Hallgrímsson formaður, Helga Dís Jakobsdóttir varaformaður, Hallfríður Hólmgrímsdóttir, varamenn Birgitta Káradóttir, Sævar Þór Birgisson, Birgitta Rán Friðfinsdóttir, áheyrnarfulltrúar með málfrelsi og tillögurétt, Ásrún Helga Kristinsdóttir. Orðið laust bæjarfulltrúar vilja tjá sig undir þessum lið. Ég ber það málið upp til samþykktar og ber það bæjarfulltrúar sem eru samþykkir þessari tillögu að gefa merki. Eru einhverjir á móti. Tillagan samþykkt með 4 atkvæðum, fulltrúar Miðflokksins greiða atkvæði á móti. Þriðja mál á dagskrá fundarins ársuppgjör 2022 Grindavíkurbæjar og stofnanir. Síðari umræða ársreikning Grindavíkurbæjar og stofnana árið 2022. Reikningurinn lagður hér fram til samþykktar og orðið laust undir þessum lið. Vil einhver tjá sig? Nei, mér langar að segja kannski bara nokkur orð. En við fengum endurskoðanda bæjarins Lilju Dögg Karlsdóttur á fund okkar í síðasta mánuði. Þegar fyrri umræða ársreikning var tekin fyrir, hún fór skilmerkilega yfir helstu niðurstöður og ákveðna þætti fyrir okkur. Nú Fannar Jónsson bæjarstjóri kom einnig hingað í pontu og með brýningu frá Karli Björnssyni, fráfarandi framkvæmdastjóra Sambands íslenskra sveitarfélaga, varðandi þá aðallega bága fjárhagsstöðu of margra sveitarfélaga. En Grindavík sveitarfélag í sókn. Það greinilegt og ársreikningurinn sýnir góða niðurstöðu, en rekstrarniðurstaða sýnir afgang upp á 387 milljónir. Rekstrarniðurstaða samstæðunnar í heild sinni 429 milljónir. Útsvarstekjur hafa hækkað einhverjar 204 milljónir og framlög jöfnunarsjóðs voru líka hærri, svo eitthvað sé nefnt. Launatengd gjöld voru einhverjum 70 milljónum yfir áætlun. Þannig að það voru svona plúsar og mínusar í þessu. En reksturinn í A og B-hluta skilaði 942 milljónum í verkefé frá rekstri sem það bil sú fjárhæð sem hægt til dæmis að fjárfesta fyrir án þess að taka lán. En við erum ákaflega heppin í þessu árferði að hafa ekki verið að taka lán og skuldahlutfall okkar því ásættanlegt. Nú í sveitarstjórnarlögum þá þess getið að sveitarstjórn ber að sjá til þess að rekstur sé jákvæður á hverju 3 ára tímabili
Ábyrgðin því okkar bæjarfulltrúanna. Nú þegar ég var að lesa á Veraldarvefnum og skoða ársreikninga hjá öðrum sveitarfélögum, þá rakst ég á svo fallegt orð í þessu samhengi. En það er sem sagt fjárhagslegt heilbrigði, en það er forsenda þess að viðhalda góðri þjónustu og byggja skynsamlega upp innviði í sveitarfélagi sókn. Mér finnst ársreikningur Grindavíkurbæjar einmitt sýna þetta fjárhagslega heilbrigði. En íbúar Grindavíkur mega vera stoltir af þessum árangri og vil ég hér þakka kærlega sviðsstjórum og forstöðumönnum fyrir að gæta vel að fjármunum sveitarfélagsins. Ég ætla að bera ársreikningin upp til samþykktar og bið það bæjarfulltrúa sem samþykkja ársreikningin að gefa merki. Ársreikningur Grindavíkurbæjar og stofnana fyrir árið 2022 er samþykktur samhljóða. En nú er komið að fjórða máli, en það eru siðareglur kjörinna fulltrúa Grindavíkurbæjar. Hér eru lagðar fram uppfærðar siðareglur kjörinna fulltrúa Grindavíkurbæjar. Bæjarráð hefur tekið siðareglurnar fyrir á fundi sínum og vísað þeim til staðfestingar í bæjarstjórn. En með kjörnum fulltrúum er átt við bæjarfulltrúa sem og alla aðra sem kjörnir eru til setu í nefndum og ráðum á vegum Grindavíkurbæjar. En orðið er laust undir þessum lið. En þeir bæjarfulltrúar sem staðfesta siðareglurnar vinsamlegast gefi merki. Þær eru samþykktar samhljóða. Fimmta mál á dagskrá fundarins er Hafnargata 13, eigandi Rauði krossinn. En fyrir liggur kauptilboð Grindavíkurbæjar í eignarhluta Rauða krossins að Hafnargötu 13. Tilboðið var undirritað með fyrirvara samþykki bæjarstjórnar. Bæjarráð vísar tilboðinu til samþykktar hér í bæjarstjórn. Orðið er laust ef einhver vill tjá sig undir þessum lið. Fannar Jónsson gerði svo vel. Forseti aðeins bæjarfulltrúa. Það var langt skeið sem hérna var rekin sérstök Rauða kross deild í Grindavík. Miklu myndarskap, sinnti sínu hlutverki vel. Svo fór reyndar að deildin var sameinuð Rauða kross deild Suðurnesja og það verður að velta fyrir sig hlutverki Rauða krossins, sérstaklega á erfiðum tímum eins og þegar að einhvers konar náttúruvá herjar á sveitarfélög. Þar hefur Rauði krossinn mjög mikilvægu og lögbundnu hlutverki að gegna. Hans er auðvitað getið líka viðbragðsáætlunum, svo sem eins og viðbragðsáætlunum Grindavíkurbæjar núna. Það þarf ekki að fjölyrða það hversu mikilvægt er að allir viðbragðsaðilar standi þétt saman þegar á þarf að halda. Og það var ákveðin vonbrigði að það var ekki hægt að reisa þessa deild. Það var reynt og talað við forystumenn Rauða krossins en það var ekki ljáð máls á því. Þannig að í staðinn þá verður við að reyna að efla deildin eins og hægt er, þessa deild á Suðurnesjum. Engu að síður hefur það nú verið keppikeflið í Grindvíkinga frá Hörð og við Alda að standa vel á sínu og þurfa ekki mikið að treysta á aðra heldur en sjálfa sig. Og það geta komið upp tilvik þar sem að ekki er hægt að kalla til aðstoð utanfrá. Það gerðist síðast í vetur. Mjög slæmu veðri þegar að Suðurstrandarvegurinn var að heita Monti ófær og Grindavíkurvegurinn alfarið ófær. Og þá hópaðist hingað fólk til Grindavíkur, það var opnað fjöldahjálparstöð. Í því tilfelli var ekki hægt að kalla til aðila frá Rauða krossinum sem að hafa meðal annars það hlutverk að taka á móti fólki við þessar aðstæður þegar opnið er fjöldahjálparstöð. Þess vegna urðu heimamenn að standa þá plikt. Við höfum þrýst á við Rauða krossin að efla aðstöðu hérna, búnað og hjálpartæki og tól ef á þarf að halda. Þannig hér megið taka á móti
fólki, hvort sem það er heimamönnum eða gestum, svo að nefnur kannski 200 manns, 250 manns. Sjálfur sér verið tekið vel í þá máluleitar. Við settum þann fyrirvara eða það ákvæði í kauptilboðið að það eru teknar viðræður ráðstöfun á þessu fé, þessu kaupverði, og við óskum eftir því að sem mestu hluti af því verður nýttir hérna til uppbyggingar hjá okkur. Og í sjálfu sér var alls ekki illa í það tekið, en það er hlutverk okkar núna á næstunni að gera það. Það var búið að fjármagna þessi kaup í fjárhagsáætlun þessa árs, þannig að fjármunir eru fyrir hendi, en við leggjum á það ofuráherslu að þeir fjármunir sem að losna við þetta ganga til Rauða krossins, að þeir verði nýttir sem allra mestu leyti hérna í Grindavík. Takk fyrir þetta, Fannar. Það er mikilvægt að við stöndum vörð þessa þætti. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Hjálmar, gerðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég verð nú að segja að þetta mál er nú alveg með ólíkindum. Að eins og Fannar fór hérna yfir áðan, þannig ég þarf nú ekki að endurtaka það sem sagt var, en að á því svæði sem við búum, að nýafloknum 2 eldgosum og spám fræðimanna áframhaldandi í þá átt, með vilja fólks hér innan sveitafélagsins sem það fyrir stækkandi að taka upp þráðinn og bera upp það starf Rauða krossins í Grindavík var ekki þegið, og að losa þetta hús, koma því yfir til okkar og draga úr allir starfsemi hérna. Og miðað við almannavarnalög, ég skil ekki ákvarðan æðstu manna innan Rauða kross Íslands. Og mér finnst þetta, sko, þetta er bara ábyrgðarlaust að mínu viti. En við, svo sem veitum ekki hvað framhaldið verður, en við allavega höfðum, og það er nú kannski hægt að gleiða þá sem að voru að velta fyrir sig hvort við ætlum að láta húsið fara. Við vorum löngu búin að, það vissu allir bæjarfulltrúar, við vorum löngu búin að gera ráð fyrir því að við myndum ekki láta húsið fara í annað. Það er við að halda eftir undir sjúkrabílna og eitthvað undir það búnað sem að Rauða krossið þarf að hafa hérna. En það er svo sem eitthvað meira að gerast í þessum málum. Það er, mér skilst að sjúkrabílnir sem konur í húsnæði annað. Þannig að saman hvað þessu líður að þá verður það áframhaldið, en hérna hvernig efsta lag Rauða kross Íslands kemur fram við okkur Grindvíkinga í þessu, mér finnst það bara skammarlegt. Ég ætla bara að segja það hér. Takk fyrir, Hjálmar. Það er mikilvægt að við tölum bara umbúðalaust þetta og erum skýr í varðandi okkar afstöðu. Það vilja fleiri tjá sig undir þessum lið? Nei. Þá ber ég málið upp til samþykktar og bið þá bæjarfulltrúa sem samþykkja tilboðið að gefa merki. Bæjarstjórn samþykkir samhliða kauptilboðið og felur bæjarstjóra að ganga frá kaupsamningi og afsali. Þá er það 7. mál á dagskrá sem er örugglega mál málanna þessa dagana, en það er samþykkt sorphirðu, samþykkt meðhöndlun úrgangs hjá Grindavíkurbæ er lögð hér fram til fyrri umræðu. Liggur bæjarfulltrúi ríða vaðið og tjá sig undir þessu lið? Nei. En nú er heimilum og einnig hérna á stofnunum skylt að flokka pappír og pappa, plast, lífrænan úrgang og almennt blandað sorp. Aðrar úrgangstegundir skal skila í grenndarstöðvar eða á viðeigandi losunarstaði. Málið er fengið töluverða umfjöllun í bæjarráði og það er ánægjulegt að
Það fannst það ánægilegt í gær að sjá hérna björgunarsveitin okkar kom með nýjar tunnur og banka með hérna pokana og grindurnar. En við í bæjarstjórn hvetjum klárlega Grindvíkinga að vera duglega að flokka. Þetta er ekki val. Þetta er komið í lög. En ef enginn vill tjá sig undir þessum lið þá ber ég samþykkt sorphirðu upp til samþykktar. Nei, er ég að vísa henni í síðari umræðu? Já, þeir bæjarfulltrúar sem eru því samþykkir, vinsamlegast gefið merki. Þá er samþykkt sorphirðu vísað til síðari umræðu þá sem mun fara þá fram í bæjarráði samhljóða. En það er 7. mál á dagskrá, það tengist einnig sorphirðu en það lýtur að gjaldskrá. Gjaldskráin er lögð hér fyrir bæjarstjórn til samþykktar. Mér langar ótrúlega mikið að fá Jón, hann er búinn að grúska svo að liggja hérna yfir þessu og ég held að sé bara gott líka fyrir fólki sem er að hérna fylgjast með að svona aðeins að vera aðeins farið yfir þetta. Svolítið svona, já, kannski ekki ítarlega en svona aðeins. Jón, gjörðu svo vel. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, sem sagt er hérna lögð fram til samþykktar gjaldskrá fyrir meðhöndlun úrgangs í Grindavíkurbæ, það er að segja sorphirðu og sorphirðingu. Það tóku ný lög gildi 1. janúar 2023, lög nr. 55 frá 2003, þar sem að heimilum er skylt að flokka í þjóðflokka eins og ásvonandi innan lóðar. Jafnframt er gerð sú breyting að í stað þess að það væri eitt gjald per íbúð, þá er innheimt samkvæmt rúmmáli þeirra sorpeininga sem að fólk er með. En það verður svo sem fyrst til að byrja með er innheimt bara samkvæmt því fyrirkomulagi sem er núna, en þegar framlíða stundir getur fólk fækka tunnum eða hugsanlega minnkað að einhverju marki. En áfram verða þessar 240 lítra tunnur fyrir annars vegar plast og hins vegar fyrir pappír og svo kemur ný tunna fyrir almennt sorp, tvískipt 140 lítra fyrir almennt sorp og 40 lítra fyrir lífrænt, ásamt því að fólk fær grind og poka. En innheimta verður þá sem sagt út frá rúmmáli þessara sorpílota, en eftir sem áður er sveitarfélaginu skylt að innheimta fyrir öllum kostnaði við sorphirðu, þannig að gjaldskráin er stillt þannig af að verði sú niðurstaða að eftir árið þá verði innheimt fyrir þeim kostnaði sem að sveitarfélagin verður fyrir, sem er þá aðalega reikningar frá Kölku. En eins og ég segi þá tók þessi lög gildi 1. janúar og það var ljóst að það þyrfti að gera breytingar á sorphirðunni, jafnframt líka á gjaldtökunni. Í ljósi þess þá var innheimt einungis helmingur af áætluðum kostnaði með fasteignagjöldunum í ársbyrjun. Það var sem sagt 50% af sorphirðunni áætluðu og 50% af sorpeyðingunni. 1. júlí þá verður innheimt samkvæmt þessari nýju gjaldskrá með fasteignagjöldunum, en einungis þá 50% af þeim liðum sem að hérna koma fram. Þannig að þegar upp er staðið þá hefur sveitarfélagið náð að innheimta fyrir þessum áætlaða kostnaði. Svo sem ekki meira en þetta að segja, held ég. Takk. Takk fyrir, Jón. Þú varst klárlega best til þess fallin að fara yfir þetta. Það var enginn að gera þetta betur. En vill ykkur tjá sig frekar þessa gjaldskrá? Nei, það ber ég gjaldskrá sorphirðu upp til samþykktar og bið þá bæjarfulltrúa sem eru samþykkir að gefa merki. Bæjarstjórn samþykkir framlagða gjaldskrá samhljóða.
þá er það 8. mál, samþykkt hænsnahald. Hér er lögð fram samþykkt hænsnahald til 2. umræðu bæjarstjórnar. HES tók samþykktina fyrir á 300. fundi sínum þann 4. maí 2023 og bókaði eftirfarandi. Nefndin fagnar frumkvæði Grindavíkur í þessum málum og hvetur önnur sveitarfélög á svæðinu til að setja sér sambærilega samþykkt. Orðið er laust. Gott. Við erum að taka fyrir 2 mál í seinni umræðu, bæði ásreikning og samþykkt hænsnahald. Endilega bara horfið til okkar, sama hvað það er. En ég ætla að bera þessa samþykkt upp til samþykktar. Við þá bæjarfulltrúa sem eru samþykkir að gefa merki. En bæjarstjórn samþykkir samþykktina samhljóða. Þá er það 9. mál á dagskrá. Það er vinnuaðstaða starfsfólks á bókasafni í Hópskóla. En hér er lögð fram beiðni viðauka við fjárhagsáætlun 2023 til kaupa á skrifstofuhúsgögnum fyrir starfsmann bókasafns í Hópskóla að fjárhæð 550.000. Lagt er til að viðaukinn verði fjármagnaður með lækkun á handbæru fé. Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn að samþykkja viðaukabeiðnina. Orðið er laust undir þessum lið. Forseti ber þá viðaukabeiðnina upp til samþykktar og biður þá bæjarfulltrúa sem eru honum samþykkir að gefa merki. Viðaukinn er samþykktur samhljóða. Þá er það 10. mál á dagskrá, en það er einnig beiðni viðauka á Tungötu, en lögð fram beiðni viðauka á fjárhagsáætlun sambýlis á Tungötu vegna ársins 2023. Viðaukinn snýr að 2 þáttum, annars vegar framlengingar á 50% stöðugildi frá 1. júlí til ársloka að fjárhæð 2.434.000. Hins vegar er óskað eftir heimild til að breyta starfslýsingum starfsfólks til samræmis við aukið álag og auknar starfsskyldur, en það leiðir af sér launaflokkahækkun. Bæjarráð samþykkir nýjar starfslýsingar sem halda gildi sín á meðan þetta álagstímabil stendur yfir. Dagsetning nýrra starfslýsinga verði 1. maí 2023. Kostnaðarauki vegna þess eru 3.047.000 á árinu 2023. Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn að samþykkja viðauka að fjárhæð 5.481.000. Orðið er laust. Ef ekki þá ber ég viðaukabeiðnina upp til samþykktar og við getum greitt atkvæði getum við greitt atkvæði svo 2 liði í einu. Er það ekki? Og þetta er bara einn viðauki. Til að bæjarráðs er bara í heild. Já, akkurat. Já, þá biður þá bæjarfulltrúa sem samþykkir viðauka upp á 5.481.000 að gefa mér merki. Viðaukinn er samþykktur samhljóða. Þá er það 11. mál á dagskrá og jafnframt það síðasta í útsendingu. En það er heimild bæjarráðs til fullnaðarafgreiðslu mála í sumarleyfi bæjarstjórnar. Með vísan til 8. greinar samþykkta stjórn Grindavíkurkaupstaðar og fundarsköp bæjarstjórnar leggur forseti til að fundir bæjarstjórnar verði felldir niður í júní og júlí í sumarleyfi bæjarstjórnar, jafnframt að bæjarráði verði falin fullnaðarafgreiðsla mála í samræmi við 33. greinar sömu samþykkta, nema þar sem lög kveða á annað. Orðið er laust. Forseti ber þá málið upp til samþykktar og biður þá bæjarfulltrúa sem eru samþykkir þessari heimild að gefa merki. Málið er samþykkt samhljóða. Bæjarráð fær heimild til fullnaðarafgreiðslu mála í sumarleyfi bæjarstjórnar. En nú er komið að 12. máli, en það er fundur með ungmennaráði. Til gamans fyrir þá sem horfa, þá verður farið yfir verkefni ráðsins verkefni ráðsins á árunum 2022 og 2023 og einnig það sem er framundan hjá ráðinu. Nokkrir fulltrúar
ráðsins ætla að taka til máls og ræða meðal annars atvinnutækifæri ungmenna, hvernig er hægt að nýta ungmennaráðið sem best, þrumuna, ungmennahús og ungmennagarð. Já, og svo verður bara opin umræða á milli bæjarfulltrúa og fulltrúa ráðsins. En forseti bindur hér enda á útsenda dagskrá og þakkar áhorfið. Við tökum fundur með ungmennaráði Grindavíkurbæjar og svo fundargerðir í kjölfarið. Takk fyrir.